dæmi 1 í þessum týristordæmi. Það spurt lengsta tíma sem púlsinn getur gefið, ekki? Já. Og það þá R sinni C. Og í þessu dæmi, hvað var R mikið? 220 kílóum. 220 sinnum 10 í þriðja, sinnum 0,1 sinnum 10 í mínus sjötta. Og þá fáum við 22 millisek. Eða bara 220 0,00001. Já, er þetta ekki rétt? Já, ok. Og dæmi 2, hvað er spurt? Hvað hlutverki gegnir skilur D og D1 Já, ok. og vinnánin R5 og R2. D1 afriðar stýrirásina. R1 hann tekur spennufall af stýrirásinni og takmarkar strauminn inn á hana og hefur ákveða afltap. Hann takmarkar straum tekur spennufall og þar að leiðandi ákveðið afltap afltap líka. R5 hann fær spennupúls sem stýrist inn á gate á týristor. R5 hann ekki alveg bara til að afhlaða þéttinu raun. Púlsinn fer yfir en svo fer áleiði gegnum þéttinu. Já, sem sagt, þegar þéttirinn afhleðst, hann afhleðst þegar transistorinn opnar, þá afhleðst þéttirinn í gegnum R5 sem svo gefur þennan stýripúls inn á týristorinn. Þannig að hann er tengt fyrir framan viðnámið. Týristorgeitið er tengt fyrir framan þetta viðnám. Já, ef við tegnum hérna transistorinn hérna, svona er þetta víst, svona, R5 hérna og týristorinn svona. Þannig að það sem gerist er það að þegar C1 nær því spennu til þess að opna transistorinn, þá afhleðar sig gegnum R5 og R5 fær spennupúls, stuttan spennupúls af því að þéttirinn missir spennuna þegar hann afhleðst og lokar transistorinn, þannig að spennupúlsinn verður stuttur hérna yfir og þessi spennupúls hann fer inn á gateið. Ok, og B-liður. Sem sagt 2B. Það UR1 jafnt og U meðal mínus UZ. Og það 99 volt mínus 5,2 volt jafnt og 93,8 volt. Og
þessi 99 volt fengust með því að setja U af B er jafnt og hálfur sinnum 0,9 sinnum U jafnt og hálfur sinnum 0,9 sinnum 220 jafnt og 99 volt. Þarna fáum við spennuna yfir viðnámið R1. 3A. Við þurfum að hafa pláss fyrir það, þá er laust. Þá á að teikna upp hvernig spennuferillinn lítur út á hinum ýmsum hlutum og já, best við tökum þetta bara líka hérna og höfum við alla tökum það. Ok, það er sem sagt þessi svona, það er bara riðspennan. Riðspennin og rásina, það er stýripúls, það er U-pera, það er U-týristor, þetta er þessi, ef við tökum þetta og gerum þetta svolítið svona. Þetta er hálfbylgju afriðun sem þýðir það að, og þetta var stýripúls hérna, þetta var peran já og týristor. Og ágætt að hafa hérna þessa viðmiðunarpunkta hérna sem er upphaf hverjar bylgjulengdar eða hálfbylgju. Svona. Ok, stýripúlsinn kemur við 3,3 millisekúndur. Og ef við höfum það í huga að við séum með 50 rið innan endinu, þá er tími einnar bylgju það er jafnt og 1 á móti 50 jafnt og 20 millisekúndur. Þannig að ein bylgjulengd er 20 millisekúndur og þá er það 10 hérna, hálfbylgjulengd. Og stýripúlsinn kemur 3,3 þannig að helmingurinn er 5 hérna. 5 inn í hverja bylgju. Og þá er það cirka hérna. Svona, þá er stýripúlsinn að koma, hann kemur reyndar ekki við þetta neikvæða púlsinn að þetta er hálfbylgjuafriðin og díóðan afriðar náttúrulega tekur neikvæða púlsinn af, þannig að hann kemur ekki þarna. Og hann kemur hér og þarna, já, svona. Og þá getum við skoðað hvernig spenna lítur út fyrir peruna og týristorinn. Og við tökum bara hérna punkt hérna og við tökum púls hérna og hérna. Já, svona, þetta er svona. Og þá myndi stýripúlsinn kemur hérna, já, sem að sé aðeins hærri svona, sjáast betur. Og þá er svona. Peran lítur svona út, þetta var lóðrið hérna. Og svona. Þetta er þá spennupúlsinn sem lítur eins og lítur út yfir peruna. Og þá er sem sagt þessi hérna púls yfir týristorinn. Ég ætla fyrst að teikna jákvæða púlsana og það er þessi hér. Og þess sem að neikvæða púlsinn er, hann kemur yfir týristorinn af því að hann fær engan púls. Svona. Og hérna og hann kemur sem sagt hérna líka. Og ef það kemur hérna næsti púls þá er hann svona. Svona. Svona myndi þetta vera ef að við fengjum púls 3,3 millisekundur eftir að spenna fyrir núpunktinn og það kemur stýripúls. Þetta er hálfbylgjuafriðin, týristorrás sem er eins og
þar sem að er eingöngu stýrð hérna helmingurinn af bylgjunni, rafbylgjan. Þannig að stýripúlsinn getur komið hvenær sem er, eða svona nánast í hálfu riði. Það fer eftir stýringu, það fer eftir stærð þéttis og viðnáms, hvenær stýripúlsinn kemur. Og þegar hann kemur, þá hefur spennan verið að vaxa yfir tíðnistorinn. Af því á meðan tíðnistorinn leiðir ekki, þá er hann eins og rofi í rofinu stöðu. Þannig að spennan er bara að vaxa yfir hann. Spennan sem kemur frá netinu er bara að koma yfir tíðnistorinn. Síðan þegar stýripúlsinn kemur inn á geitið á tíðnistornum, þá fellur spennan hans niður í eitthvað 2 volt, það er ekki sýnt hérna. En þá verður afgangurinn af bylgjunni sem eftir er, það verður yfir peruna. Og þegar engin púls er, stýripúls, eða hann opnar ekki, því hann opnar ekki við hérna leikapúlsinn, þá fær hann alla leikuðu bylgjuna yfir sig. Þannig hagar tíðnistorinn sér. Og ef við reiknum út hvað þarf viðnámið að vera, R2 stórt, miðað við þessar aðstæður, og þá getum við sagt tá er eftir R sem er sé og ef við setjum bara RH að því að 2 viðnámið er aðtengt, þá getum við einangrað R-ið hérna, RH er jafnt á tá deilt með sé jafnt á 3,3 millisekundur, 3,3 sem er 10 mínus þriðja, deilt með 0,1 sem er 10 mínus sjötta, það er þessi stærðan á þéttina. Og út úr því kemur einhver tala, er einhver sem hefur stiklað það inn? 7,4 kílóum nei þarna, þetta eru 33. 33 slett? Já, 33 kíló. Já, og svo kemur hérna R2 er jafnt á RH mínus R3. Og þá fáum við 33 kíló mínus, hvað var R3 stórt? 5,6. 5,6? 5,6 kíló og þá fáum við 27,4 kíló ohm. Þá er það stærðin á R2 til þess að fá púlsinn við 3,3 millisekundur. Ok, síðan í fjórða, þá er spurt, þá er sagt að R2, þetta er bara fjórða dæmi hérna, R2 er jafnt og 44,4 kilóohm. Og þá fáum við R heildar er jafnt á R2 pluss R3 sem er jafnt á 44,4 kíló pluss 5,6 kíló. Þá er það 50 kíló ohm. Og þá getum við fengið nýja tímastuður. Tá er þá RH sinnum C sem er þá 50 sinnum 10 í þriðja sem er 0,1 sinnum 10 mínus sjötta. Hvað gerir það mikið? 5 millisekundur. 5 millisekundur. Þá fáum við 5 millisekundur og ef við myndum bara ganni setja það inn í þetta dæmi, þá kæmi púlsinn hérna sem sagt á 5 millisekundum og þá myndi bara helmingast spennan yfir hérna tíðnistorinn og spennan yfir álagið eða peruna. Þá myndum við skipta bylgjunum milli sín. Ef við fengjum þessa ok. Einhverjar spurningar fyrir þessu hérna sem komið er? Nei. Þá bara þurrkum við þetta út. What the fuck? Það feikaði þetta. Nei.
Ok, þá er konið dæmi 5. 5a. Ætti svart sko. Það spurst hérna vöttin í R1, PR1 er jafnt og UR1 í öðru deilt með R1. Þetta er formúlan. U meðal, hérna þurfum að gera einhver millinga, U meðal hérna er jafnt og 0,9 sinnum U, jafnt og 0,9 sinnum 220. Hvað er það, 198 eða? 191. 191. Ok? Já, 191. Ok. Og U2 er jafnt og U meðal mínus UZ. 191 mínus UZ. Hvað er eitthvað með það? 1,36. Nei, þetta já. UZ 7. Það er 7, já. Já. Já, fyrirgjöf, það var þetta, nei, þá var fyrirgjöf, þetta var eitthvað. Ég tók beint að 191 með U-setunni. Já, þetta var 98, já. Já, Já, akkurat, já, ég myndi það, sko. Og þá var það sem sagt, Nú erum við heildina á það. á 191 þá. Svona. Og þá er þetta að setja það inn í formúluna og reikna hvað út úr því kemur. Og svo kemur B. Púls kemur við 35 gráður, teikni álagið. En svo er náttúrulega rafþóttara, sko. Já, ok, það er 191 í öðru, deilt með, hvað var það, 6,8? Já. 6,8 sinnum 10 mínus, nei, 10 þriðja. Og hvað er það mikið? 5,36. 5,36, já, það er það sem við vorum að reikna eftir. Ok, og B, þá á teikna álagspúlsinn miðað við að púlsinn kom við 35 gráður. Og þetta er heilbylgjaðurinn, og bara teikna ég svona nokkra púlsa svona í röð, þeir líta allir eins út. Og miðað við 35 gráður, ef helmingur er 90, þá var það einhvers staðar hér. Þá kemur púlsinn einhvers staðar hér. Þetta er þessi 35 gráður við stýripúls. Þá getur bara tekið hérna til að einfalda þetta, bara tökum punktalínu hérna upp og skyggjum hérna svæðið fyrir aftan 35 gráðunar. Þá er við það álagspúlsinn eins og lít út. Svo í C, þá er spurt hvert er viðnámsstærðið, hvert er stærðin á R2 við að púlsinn kemur 35 gráður. Og þá er aftur þetta tá hérna jafnt á R sinnum C, það er eftir þessi formúla, tímastuðið formúlan, og RH hérna já, og RH er jafnt á tá deilt með C. Og við þurfum að finna hvað tímastuðin er. Miðað við 35 gráður. Við vitum að 360 gráður eru 20 millisekundur og 35 gráður eru jafnt á x millisekundur sem að við getum að reikna út og svo margótt þetta við kross, þannig að þá fáum við x millisekundur sem er 360 gráður jafnt á 20 millisekundur sem er 35 gráður. Og við deilum með 360 báða megin til þess að losa við hérna megin og þá kemur það hérna. 360 gráðunar, það er gráður stýttast út á móti gráðum og eftir verður millisekundur og þá fáum við svarið til þess að vera hvað margar millisekundur? 1,94 millisekundur. Og þá getum við sett það inn í formúluna hér, 1,94 sem er 10 mínus 3, deilt með 0,1 sem er 10 mínus 7. Þá fáum við R heildar. Þá þurftur raunverulega þennan tíma til að teikna myndin í B. Ha? Það ekki? Já, þetta er 1,94 millisekundur sem eru 35 gráður. Já. Akkurat. Akkurat. En við þetta því að
við getum líka hugsað út frá gráðum að því að hér er 90 gráður, hér eru 180 gráður og það er að tala þetta hólfetta niður út frá gráðu líka og millisekundur líka. Millisekundur eru 10 hérna í hálfri bylgju og það eru 180 gráður, þannig að það er auðvelt að svona giska á hlutföllin þrátt fyrir hvort þú ert með millisekundur eða gráður þegar þú ert að sjá svona púlsa. Ok, og hvað fáið RH út frá þessari formúlu? 19,4. Hvað séu? 19,4 kíló. 19,4 kíló. Ok, og þá getum við reiknað R2, það er eftir RH mínus R3. Það var 19,4 kíló mínus, og hvað var R3 mikið? 5,6 kíló ohm. 13,8 kíló ohm. Þá er það svarið til þess að það er 2 að vera 13,8 til þess að hafa púlsinn við 35 gráður. Ok, einhverja spurningar? Og þá er það D-liður, ef að engin spurning er fyrir þessu. Þá er það D-liður og svona. D, og þá er væntanlega spurt Uni-Dióxotransistorinn. Hann er UJT er hraðvirkur transistor opnar þegar C1 hefur náð þeirri spennu sem þarf til að hann opni. Ok. Þá afhleðst C1 í gegnum hann og þegar spennan yfir C1 er orðin lægri en opnunarspennan, þá lokast transistorinn. Þannig að hann er alltaf að opna og loka í takt við hraðan á tímastöðlunum, á stærðan á viðnáminu og þéttinum samanlagt, eða margfaldar saman. Og þannig að það er allt í beinu hlutfalli við þessi gildi sem að R og C hafa. Hvað þéttirinn, ef við erum teiknað upp hérna, þetta lítur svona út. Ég er alltaf eitthvað viðnám hérna, R5 í þessu tilfelli. Hann er svona. Þannig að hann er að hlaðast upp og afhlaðast og myndar þessa svona sagtanna
bylgjur, Ég ætla ekki að nefna út, sko. sagt hana bylgjur yfir, hérna, yfir sig, þess að yfir þetta UC hérna. Leður upp, afhlöður, leður upp, afhlöður. Það er svona gárur. Ok, þá erum við komnir í 7. dæmið. Þetta má fara hérna. Og þá talað að stýripúls kemur 120 gráður. 120 gráður stýripúls. Ég endi ekki það, þetta er alltaf 120 gráður stýripúls. Og þá myndum við, það er tími hér, við hérna. Og þá þetta heilbylgjuáhrifin og við teiknum aftur bara eins og þessi heilbylgjuáhrifin hérna. Púlsarnir sem koma út úr heilbylgjuáhrifin og miðað við 120 gráður, ef þetta er 90 þá var það cirka hér, hérna, hérna og hérna. Og ef við skoðum, ef við erum að sýna hver er hérna ferillinn fyrir spennunni yfir álagið, þá væri það þetta skýrðasvæði hér og restin af spennunni yfir í týristólinn. Þannig að álagið fengi skýrðasvæðið, álag og týristól fær auðasvæðið þarna. Svona myndi þetta líti út. Ok, svo er spurt í B-lið. Það var spurt hvort þið setja álagið annar stað í rásinni. Er þið við hugmyndur um það? Það er 6 hérna, 6B. Það er 6A. Er þið með hugmyndur um að það sé hægt? Að setja álagið annars þar í rásinni? Maggi? Já. Hvar? Ha? Hvar? Til dæmis út með rásinu fram að hérna. Hérna, ef við segjum að þetta sé rásin hérna, þessi hérna. Já. Hvar var þetta að setja álagið öðrum stað? Þessar rás? Jó. Hvað blaðs er þetta? Svo var það á. Þetta er á blaðsíðu 16 í týristólum. Hérna. Rásin, eða svona, hún segir með álagið sig hérna. Hérna kemur stýrirásin og svo kemur týristólinn svona. Þetta er bara svona útlífið það sem ég tegna. Er þetta að setja álagið annars þar? Já, alltaf setja nær týristólnum en... Já, er þetta að flytja hingað til dæmis? Það er ekki breyta einu? Nei, þetta er ekki breyta neina. Eina sem gerist að þegar við erum að hérna meginn, þá fer straumur í gegnum álagið sem fer inn á stýrirásina áður en að týristólinn kveikir, sko. Já. Þannig að við myndum segja bara svarið já. En svo getur náttúrulega að setur annars þar í rásan, þá náttúrulega þetta verður með allt ennum gildi hlýtur að vera. Þá setur það neðar í eða eftir R1 eða... Já, ég meina, við getum ekki sett henni í stýrirásina. Hún getur bara verið aftan týristól. Hún getur alltaf verið, sko, hún getur verið hérna líka, sko. Skiptir það máli hvort hún er saman aftan hérna stýrirásina eða? Nei, Það er alveg sami hlutur í raun. Nei, já. Heyrðu, þá er það 7. Já, myndist geta málið ekki hvort, aðeins fyrir það hvort það lindur á milli sé einn og aðri finnir eða ekki. Já, nei, hún fer ekki þangað, sko, hún fer ekki inn í stýrirásina. Nei, en þá er hún komið niður fyrir sko, minna ég. Já, fyrir ofan eða neðan týristól bara í kraft, hún er bara í kraftrásin, hún getur alveg verið í kraftrásin. Þú spilaði það? Í hringnum, ysta hringnum. Já, en ég er að mæla sko. Stundum við eftir. Það var með það hér. Já, Þá er hún á milli hérna
Hvað flestlösa spilur? Já, það breytir voða lítið. Það er straumur sem kemur úr stýrirásin sem er töluvert miklu minni heldur en straumurinn í kraftrásin. Ok, 7. spurning. Þá er spurt tíðnistórin. Leiðir aðeins DC spennupúlsa DC spennupúlsa slekkur á þér þegar spennan fer í gegnum rúlpunktinn gegnum 0 punkt gegnum 0 punkt tíðnin má ekki fara yfir 60 rið hún má ekki fara yfir 60 rið Það er bara ekki yfir mér. Já, þarf stýripúls til að leiða og hann hefur anóðu og katóðu þess og hefur stýrigeit hérna, þess að hefur geit inn á, ekkert ósvipaða díóðu, lítur út eins nema hefur hérna bein inn á miðjuna, sem er kallað geit og hann þarf sem sagt jákvæða stýripúlsa til þess að geta leitt þegar jákvæða stýripúls kemur á geitið. Þetta er svona helsta fyrir týristorinn og hann er notaður í aflstýringu, í mótorstýringu og svoleiðis. Það sem er að stýra svona DC mótorum. Og í dæmi 8, þar er verið að tala svona flottar, eða sem sagt, þeir eru með línuritt sem að því að fylla inn í. Áður við tökum það, þá best að þið leysið það áður í sýningu lausnina. Hvað er það? Það er dæmi 8. 8. Einn að hlusta vel. Það má ekki fara að finna eða landsliðsbúningum. Jú, en það er ekki alveg strax. Það stuði leik, sko. Já, en það er ekki það stuð. Hvernig er spánaðinn fyrir ykkur? Hvernig er spánaðinn? Að við vinnum bara. Við vinnum bara? Já. Það getur gefið eftir. Ég er alls á að kynna það fyrir, það er bara að vinna. Skiptir ekki máli. 1-0 frábært. 2-0 betra, það er minna stress. 3-0. Nei, ég á náttúrulega því. Það er þessi munstri. Þeir eru á gerðurgrassi, sko. Þeir eru búin að æfa. Hver eru bestur á gerðurgrassinu? Íslendingar. Er það? Já. Allir búin að hafa stöð á gerðurgrassi. Já, það er rétt hjá þér. Þetta er kýrslan sem að komum inn í gerðurgrass. Hvað er 7-0 að segja það? Við skulum bara vera rólegir bara. Ég held að Kassastan séu góður, sko. Þeir? Já. Boratar er ekki, hann baði þessu. Já, ok. Þið leysið 8. Og það er mjög gott dæmi, mjög gott. Það gefur góða skilning á þessu. Kazakstan